Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem auðvitað alltaf til hægri. Þing kemur saman núna í næstu viku eða 9. september og þá hefst nýr kafli í sögu ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins hafa frá upphafi haldið því fram að ríkisstjórnin sé verkstjórn, þar sem verkin tala. Fyrstu 3 setningar í stefnuyfirlýsingu stjórnarinnar eru skýrar. Þar segir: ný ríkisstjórn gengur samstiga til verka. Fyrsta verk að ná stöðugleika í efnahagslífi og lækkun vaxta með styrkri stjórn á fjármálum ríkisins. Leið mun ríkisstjórnin rjúfa kyrrstöðu og vinna að aukinni verðmætasköpun í atvinnulífinu. Ríkisstjórninni hefur ekki enn sem komið tekist að koma á stöðugleika eða leggja grunn að lækkun vaxta sem átti að verða hennar fyrsta verk. Markmið hallalaus fjárlög nást ekki á kjörtímabilinu þrátt fyrir hækkun skatta. Loforð fjárfestingar í innviðum, ekki síst samgöngum, breytingar á almannatryggingum, aukin framlög til heilbrigðisþjónustar, vinna gegn stöðugleika og gerir það enn ólíklegra að ríkissjóður verði rekinn án halla á komandi árum. Og fyrsti prófsteinn ríkisstjórnarinnar á nýjum þingvetri verður fjárlagafrumvarpið sem ráðherra mælir fyrir 11. september. Þá birtist stefna stjórnarinnar og myndin skýrist betur með hvaða hætti stjórnin ætlar að efna helsta loforð lækkun verðbólgu og vaxta. Krafan aukin útgjöld í heilbrigðisþjónustu, innviðauppbygging og almannatryggingar og í menntakerfið hávær jafnt innan stjórnarflokkana sem meðal hagaðila. Svigrúmið hins vegar í besta falli takmarkað að öðru óbreyttu. Stjórnarsáttmálinn almennt orðaður þegar kemur að ríkisfjármálum. Aðeins sagt að ríkisstjórnin ætla að ná stjórn á fjármálum ríkisins og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta, meðal annars með stöðugleikareglu og stöðvun hallareksturs. Þá segir að eitt af forgangsverkefnunum sé að hagræða, einfalda stjórnsýslu og sameina stofnanir, en á sama tíma á að bæta skattskil, loka glufum og fækka undanþágum í skattkerfinu. Í fjárlagaáætlun 2026 til 2030 kemur fram að ríkisstjórnin ætlar að afnema heimild til samsköttunar hjóna og fella niður heimild til að ráðstafa ónýttum persónuafslætti til greiðslu fjármagnstekjuskatts. Ergo, þetta bein skattahækkun á einstaklinga og ekki síst á fjölskyldufólk. Þá var það tekin upp auðlindagjöld fyrir aðgang ferðamanna að ferðamannastöðunum í eigu ríkisins. Gildir það jafnt erlenda ferðamenn sem hingað koma og þá sem hér eru búsettir. Unnið á útfærslu á gjaldinu eða stefnt að gildistöku mitt næsta ár. Og jafnframt ætlar ríkisstjórnin að hækka fiskeldisgjald þar sem gjaldhlutfall efsta þreps hækkar í 5% af meðaltali alþjóðlegs markaðsverðs á Atlantshafslaxi. Og lokum verður lagt á kílómetragjald á umferð en frumvarp þessa efnis dagaði uppi á þingi þrátt fyrir að hafa verið afgreitt úr nefnd. Í fjármálaáætlun kemur fram að áhrif fyrirhugaðra skattabreytinga séu vaxandi á tímabilinu úr 29 milljörðum árið 2026 í 67 milljarða árið 2030. Gert ráð fyrir að tekjuáhrif þeirra nemi 0,6% af landsframleiðslu á árinu 26, það að segja næsta ári, og verður með 1,1% á landsframleiðslu 2030. Og sviði utanríkismála bíða einnig stórmál. Undirbúningur þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu verður á dagskrá. Andstaða gegn aðild rótgróin hjá stórum hluta þjóðarinnar. Þjóðaratkvæðagreiðslan
mun marka átakalínu milli stjórnar og stjórnarandstöðu, en ekki aðeins það, heldur líka verður prófraun á samstarf stjórnarflokkana, enda er flokkur fólksins andvígur aðil eða minnstakosti hefur haldið því fram hingað til. Á sama tíma hafa alþjóðaviðskipti tekið á sig nýja mynd. ESB hefur hótað verndartollum og járnblendi sem getur bitnað hart á mikilvægum útflutningi okkar Íslendinga. Við bætast að viðræður við Bandaríkin tollamál þokast lítið. Af ástæðum sem ekki hafa verið útskýrðar hafa Bandaríkin lagt 15% toll á íslenskar vörur en höfðu boðað áður 10%. Eitthvað breyttist á nokkrum vikum sem varð til þess að bandarísk stjórnvöld ákváðu að hafa tolla á Íslandi jafn háa og á Evrópusambandið. Ástand Landspítala, biðlistar, mannekla í heilbrigðiskerfinu verða erfiðar áskoranir fyrir ríkisstjórnina sem hefur heitið auknum fjármunum og betri heilbrigðisþjónustu. Ríkisstjórnin getur ekki skotið sér undan því að leggja fram áætlun sem nær yfir bæði fjármögnun og skipulagsbreytingar heilbrigðisþjónustunnar. Og með sama hætti eru húsnæðismál tifandi tímasprengja. Skortur og íbúðum og hátt verð hefur skapað ástand sem smitast út í allt samfélagið og ýtir undir aukna verðbólgu og vinnur gegn stöðugleika og lægri vöxtum. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er því heitið að grípa til bráðaaðgerða til að fjölga íbúðum hratt og koma kerfisbreytingu sem miða að jafnvægi á húsnæðismarkaði. Lítið hefur gerst. Þá lofaði stjórnin að beita sér fyrir að fleiri íbúðir nýti sem heimili fólks, meðal annars með breyttum reglum skammtímaleigu, auk þess að liðka fyrir uppbyggingu á færanlegum einingarhúsum og umbreytingu atvinnuhúsnæðis í íbúðir svo vitnað sé beint í stefnuyfirlýsinguna. Nýta á ríkislóðir til uppbyggingar en ekki liggur fyrir hvaða lóðir þar eru. Þá ætla ríkisstjórnir að einfalda regluverk líkt og flestar aðrar ríkisstjórnir síðustu ára og minnka vægi verðtryggingar, en hvernig og hvenær það á að gera er fullkomlega óljóst. Þráttur að það liggi fyrir að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem er á leigumarkaði vilji fremur eiga kost á því að eignast eigið húsnæði, virðist ríkisstjórnin leggja mesta áherslu á leigumarkaðinn og nái ríkisstjórnin ekki árangur í húsnæðismálum samhliða því að leggja áherslu á stefnu sem gengur þvert á vilja kjósenda, geta húsnæðismálin orðið pólitískur banabiti stjórnarinnar. Og undir forystu Samfylkingarinnar í borgarstjórn hefur ákveðið að stórhækka gjöld á nýbyggingar sem leiðir eðli máls samkvæmt til hækkunar á íbúðaverði og smitast yfir í hækkun á leigu. Í kosningabaráttunni fyrir síðustu alþingiskosningar lagði Samfylkingin mikla áherslu á lækkun vaxta. Gerðu voru myndbönd með Kristrúnu þar sem hún tók fram sleggju til að negla niður þessa vexti. Þetta stóra loforð endurspeglast í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem gefin eru fyrirheit að fyrsta verk stjórnarinnar sé stöðugleiki og lækkun vaxta. Þetta hefur hins vegar ekki gengið eftir. Verðbólgan hefur reynst þrálát og vextir hafa ekki þokast niður. Það verður ekki deilt að hátt vaxtastig og verðbólga hafa mikil áhrif á afkomu heimila, ekki síður en rekstur fyrirtækja. Trúverðugleiki ríkisstjórnarinnar er að veði, en þó sérstaklega trúverðugleiki Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra sem gaf stærri fyrirheit en hún hefur náð að efna fram að þessu. Þótt ríkisstjórnin standi ágætlega meðal kjósenda og Samfylkingin sérstaklega, er hættan sú að það flæði fljótt undan árangur næst ekki á komandi mánuðum. Þessu fékk Samfylkingin að kynnast sérstaklega á árunum 2009 til 2013 þegar hún síðast leiddi ríkisstjórn. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, viðurkenndi í viðtali við Morgunblaðið 20. ágúst að fjármálaáætlun stjórnarinnar hafi ekki haft þau áhrif á verðbólguvæntingar sem hann hafði vonast eftir.
Hann boðaði auki aðhald strax í haust, við hljótum að sjá það í næstu viku þegar hann leggur fram fjárlagafrumvarpið, verði væntingarnar viðvarandi eins og hann sagði. Og orðrétt. Að sjálfsögðu þurfum við að taka þetta alvarlega og grípa til aðgerða ef þessar væntingar verða viðvarandi. Hann sagði getur ríkisins fyrst og fremst fólgna í því að auka aðhald og draga úr kostnaði. Orðrétt, það auðvitað líka hægt að afla tekna, auk þess sem breytingar á kerfum geta stutt við verðlagsstöðugleika. Við vitum að húsnæðisliðurinn hefur leitt verðbólgu þróunina og stór hluti af væntingum þar Það er hægt að ná einhverjum árangri sem væri þá til viðbótar við almennt aðhald. Þetta hlutur sem ég tek mjög alvarlega. Og ekki hjálpar Samfylkingin eða borgarstjórnar meirihlutin í þeim efnum. Þótt fjármálaráðherra fari varlega í að boða skattahækkanir, augljóst að pólitísk samstaða innan ríkisstjórnarinnar gerir það útilokað að láta enda ná saman með aðhaldi og niðurskurði. Þau munu einfaldlega ekki ná saman það. Skattahækkanir fyrir utan þær sem þegar hafa verið boðaðar og ég fór aðeins yfir hér áðan, eru því handan við hornið. Ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans að halda stýrivöxtum óbreyttum komu þau engum á óvart í ágúst síðastliðnum. Á kynningafundi nefndarinnar 20. ágúst kom fram að nefndin hafi verið einróma í ákvörðun sinni. Ekki hafi myndast aðstæður til að slaka á aðhaldi peningastefnunar. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson varaseðlabankastjóri peningastefnu héldu því báðir fram að stefna bankans væri að virka en það tæki tíma. Þórarinn sagði bankan til í að gera það sem þarf til að ná verðbólgunni niður, þar og meðal að hækka stýrivexti á ný. Það er því erfitt að átta sig á því hvenær búast megi við að Seðlabankinn telji rétt eða svigrúm komi til að lækka stýrivexti. Miðað við verðbólguspá bankans og verðbólguvæntingar óvarlegt að gera ráð fyrir vaxtalækkun að öðru óbreyttu fyrir árið 2027. Sleggjan ekki stærri en það. Bankinn gerir ráð fyrir að verðbólga aukist á ný síðari hluta þessa árs og verði 4,5% á síðasta fjórðungi. Verðbólga verður því heldur meiri á fyrri hluta spátímans en gert var ráð fyrir í maíspá bankans. Áfram þó búist við að hún verði 3% í lok næsta árs og verði komin í markmið á fyrri hluta árs 2027 og markmiðið 2,5%. Augljóst að það verður verulegt pólitískt áfall fyrir ríkisstjórnina ef ekki tekst að þoka vöxtum niður á komandi mánuðum, sem í samræmi við forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar eins og það var lagt fram þegar hún tók til starfa. Yfirlýsing Þórarins G. Péturssonar að Seðlabanki muni ekki hika við að hækka vexti gefur hvorki fjármálaráðherra né forsætisráðherra tilefni til bjartsýni. Sem sagt, haustþingið verður ein samfelld prófraun á ríkisstjórnina og samstarf þessara þriggja ólíku flokka. Á sama tíma og aukaverður aðhald í ríkisfjármálum stefnt að gríðarlegri útgjaldaaukning í ýmsum málaflokkum, ekki síst þeim sem flokkur fólksins hefur lagt áherslu á og byggir sína pólitísku tilveru. Það verður því forvitnilegt að fylgjast með þinginu, ekki bara fyrstu dagana heldur fyrstu vikurnar að minnsta kosti og sjá hvernig til tekst. Ég spái því að við munum þegar að líður að jólum sjá sprungur myndast í þessu stjórnarsamstarfi. Það verður þreyta sem kemur til út af því að þeim ekki að takast að ná árangri í þeim málaflokkum sem að stjórnarflokkarnir lögðu einna mesta áherslu á, stöðugleika, lækkun vaxta og lagfæra húsnæðismarkaðinn.
En við skulum sjá til, þetta verður spennandi þing. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.